leiðir til úrbóta sem við getum einnig rætt og eins og þið þekkið flest þá skýrslan aðgengileg á heimasíðu SSV, þannig ég viss að margir hafa þegar kynnt sér hana þar. Ég held ég fari rétt með Stefán, á fundinum sé líka Birna Hallsdóttir sem koma þessari skýrslu með þér, þannig að ég viss að við getum líka fengið Birnu til að taka þátt í umræðu hér á eftir. En okkur ekki til setuna boðið og ég býð ykkur hjartanlega velkomin aftur og gef Stefáni Gísla sinni orði. Gjörðu svo vel, Stefán. Takk fyrir það, komið sæl öll og bara takk fyrir að taka hennar tíma til að spjalla og fræðast kolefnisspor Vesturlands. Ég ætla nú að reyna að deila skjánum, það hlýtur að ganga ágætlega. Virkar þetta ekki alltaf þegar maður vill að virki. Spurningum að deila rétt skjá. Hvað sjáum við núna? Jú, við sjáum glærur hjá þér. Glærun á öllum skjánum eða Nei, hún ekki á öllum skjánum. Já, næsta glæra við hliðina? Já. Ok, þá ger ég þetta vitlaust. Ég bara bið ykkur forláts á því. Þá ætla ég að reyna þetta aftur. Látum okkur sjá, ætla að sé þá ekki svona frekar. Hvað segir þetta? Er þetta ekki komið núna? Það lítur vel út. Það lítur vel út. Þá bara hefjum við leik. Fyrirgefðu Stefán, áður og byrjar, þá vildi ég bara vekja athygli á því að við tökum upp fundinn, þannig að við hefjum bara upptökuna núna. Já, sem sagt, við Birna hjá Environers eða Umhverfisráðgjöf Íslands, við tókum það okkur að reikna kolefnisspor Vesturlands og skiluðum því á okkur núna í vor. Við höfum verið að vinna nokkur svipuð verkefni svona síðustu 20 ár og þetta bara svona dæmi þau verkefni. Við höfum verið að Akureyrarbæ innan handar vegna aðildar þeirra að það sem heitir Covenant of Mayors for Climate and Energy sem að skuldbindur bæinn svona til ákveðina þróunar í loftslagsmálum og svo höfum við reiknað svona gert sambærilega greiningar eins og þessa fyrir Vesturland, fyrir Norðurland vestra fyrst og síðan Suðurland og núna síðast fyrir höfuðborgarsvæðið. Og svo einhver fleiri verkefni sem eru tengd þessum sem við höfum verið að vinna í en þar fyrir utan þá höfum við verið að reikna kolefnisspor fyrir eitt og annað og það sérstaklega búgreinar, við erum búin að reikna fyrir sauðfjárrækt, laxeldi, garðyrkju, eggjaframleiðslu og kjúklingaframleiðslu og svo eitthvað svona einstök fyrirtæki eða verkefni. En nóg það, ef við bara snúum okkur að þessu verkefni, sem sagt kolefnisspori Vesturlands og þá öðrum ámóta verkefnum, að þá höfum við farið þá leið sem kannski eina leiðin sem við byrja að fara. Það að byggja á sömu gögnum og beita sömu aðferðafræði eins og Ísland gerir í skilum sínum til skrifstofu loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna. Og þessi árlega skýrsla Íslands til loftslagssamningsins gengur svona í daglegu tali okkar Birnu allavega undir nafninu NIR og reyndar ekki bara okkar Birnu, þetta svona NIR stendur fyrir National Inventory Report. Þannig ef ég fer að tala NIR eins og það sé eitthvað svona sjálfsagt að allir viti hvað það að þá það semst þessi skýrsla Íslands, þessi árlega skýrsla. Nú síðan fylgjum við svokallum GHL leiðarvísi fyrir samfélög eða samfélagsleiðarvísinum eins og við köllum hann yfirleitt, sem svona, leiðarvísir það hvernig eigi að reikna losunarbókhald fyrir sveitarfélög, borgi, bæir, svæði og þetta nú sá leiðarvísi sem að allir nota, eða flest allir allavega, sem að sinna útreikningum af þessu tagi hvar sem í heiminum. Þetta þýðir að niðurstöðurnar sem við komumst að ætti að vera þokkalega sambærilega við aðrar niðurstöður annarra frá öðrum landsvæðum eða öðrum heimsvæðum. En auðvitað það þannig að í hverju einstöku verkefni þá velum maður að svona taka fyrir ákveðna þætti en sleppi kannski öðrum þannig að kerfismörkin sem sagt geta verið eitthvað mismunandi. Kolefnisspor ekki endilega svona sýnileg eins og þarna á myndinni en mér finnst myndin samt svona svolítið dæmi gerð. Við skiljum eftir okkur eitthvað spor á leið okkar. Ef lítum aðeins á hvaða þættir það eru sem við skoðum þá tökum við bara sömu þætti eins og teknir eru fyrir í losunarbókhaldi þjóða, semst losun vegna orku,
og þá bæði verið að tala sem sagt, losun vegna raforkuframleiðslu og losun vegna notkunar á eldsneyti. Í öðru lagi iðnaðarferlar og efnanotkun sem þá losun sem verður í iðnaðarferlunum sjálfum og vegna notkunar ýmissa efna, eins og leysiefna, kælimylla og svo framvegis. Í þriðja lagi landbúnaður og undir það fellur losun frá húsdýrum og áburðarnotkun, bæði þá húsdýraáburður og tilbúinn áburður. Í fjórða lagi landnotkun, breytt landnotkun og skógrækt, það sem í daglegu tali í þessum fræðum kallað LULUCF. Þannig ef við heyrir mig tala LULUCF, eins og ég haldi allir viti hvað það þá á ég semst við þennan þátt og hann hérna í rauðum ramma vegna þess að hann sker sig úr af ýmsum ástæðum. Í fimmta lagi svo úrgangur eða meðhöndlun úrgangs sem þá losun sem verður vegna urðun úrgangs og annar meðhöndlunar. Og við reynum að nota, náttúrulega allir reyna að nota þessa sömu skiptingu eftir því sem að kostur Þannig að maður haldi þessum samanburðar möguleikum, þó við séum að tala ólík svæði. Ef við förum aðeins yfir hvar við fáum tölur, þá þurfum við alltaf að fá tölur magntölur yfir alla þessa þætti sem var að telja upp áðan. Ef við tökum fyrst raforkuna, þá heldur fyrirtækið Netorka saman öllum raforkukaupum í smásölu á landinu og maður getur keypt þær upplýsingar þaðan. Í þessum upplýsingum semst öll raforkusala flokkuð eftir póstnúmerum, en hún ekki sundurliður eftir tegundum kaupenda. Þannig við vitum ekki hvort það heimili eða iðnaður eða rafbílar eða hvað það sem að kaupa þessa orku. Það skipt svo sem ekki máli fyrir heildarniðurstöðuna, en ef við tökum samfélagsleiðarvísin bókstaflega sem við fylgjum, að þá ætlast til þess að maður sundurliði þetta, en maður getur alveg skilgreint hvar þessi notkun. En við gerum þetta bara svona eftir föngum. Raforkuframleiðsla á svæðinu hins vegar ekki tekið með reikninginn, það sem skiptir ekki máli í þessum útreikningum hvar raforkan framleidd, þetta bara raforka sem keypt af netinu og notuð á svæðinu. Upplýsingar eldsneytisnotkun höfum við fengið hjá Flutningsjöfnunarsjóði olíuvara sem heldur utan alla sölu á eldsneytisolíu á landinu og það reyndar blikur á lofti vegna þess að þessi sjóður var lagður niður núna síðustu áramót og ég veit ekki til þess að neitt annað kom í staðinn. Þannig að það fer út mjög mikilvæg uppspretta upplýsinga, ekki bara fyrir okkur, heldur aðra sem að vilja vinna eitthvað með svona olíutölfræði. Það verður semst hægt að nálgast upplýsingar vegna 2020 en eftir það bara tekur við einhver óvissa. Það að reikna losun vegna eldsneytisnotkunar út frá eldsneytiskaupum á svæðinu það sem kallað eldsneytissölu nálgun. Það hægt að nálgast eldsneytisnotkun öðruvísi með ferðakönnunum og með því að reyna að finna út til hvers vera að nota eldsneyti og hvert fólk að keyra á hversu langt og allt það. En við höfum valið þessa aðferð og hún hefur sína kosti sem galla. Flutningsjöfnunarsjóður með grófa skiptingu eftir tegundum og sölustöðum, reynda nokkuð nákvæm eftir sölustöðum en svona gróf eftir tegundum. Þannig að við höfum svona nokkuð góður upplýsingar það hver að nota þessu olíu. Hvort að það hvort að vera notan á bíla, vinnuvélar, skip, flugvélar og svo framvegis. En það vantar samt dálítið í þannig að við þurfum að áætla frekari sundurliðun og þetta skiptir ekki miklu máli upp á heildarkolefnissporið en það skiptir máli til að geta greint hvar liggur þessi losun. Þannig að maður getur þá sett sér markmið eða semst beint aðgerðum að þeim stærstu þáttum. Og reyndar skiptir þetta svolítið máli upp á heildina vegna þess að kolefnisspor olíu svolítið breytilegt eftir því í hvernig vélum henni brennt. Og við höfum líka í þessu stuðst við grænt bókhald einstakra notenda en það líka takmörkunum háð vegna það bara stærstu fyrirtækin í raun og veru sem að þurfa að skila grænu bókhaldi. En svona við reynum að líma þetta saman og tína til það sem til og sundurleiða þá þessa eldsneytissölu eftir því. Hvað gas varðar, það eru engar svona samræmdar upplýsingar og þá reiknum við gasnotkun svæðisins út frá höfðatölu miðað við landsbókhaldið. Úrgangur, þá höfum við ekki tölur frá Sorpunni Vesturlands og frá þjónustaðalum og losun vegna urðunar höfum við reiknað í svonefndu Sýris-líkani. Þetta líkan sem mikið notað til að halda utan losunarbókhald sveitarfélaga víða heim. Iðnaðarferlar, þar höfum við fengið tölur úr grænu bókhaldi stóriðjufyrirtækja. Það frekar einfalt, þau eru 2 og tiltölulega aðgengilegt að sjá tölurnar frá þeim, þar að segja þetta Elkem og Norðurál.
Reyndar gleymdi að nefna áðan í sambandi við raforkuna. Ég sagði reyndar að Netorka hélt utan alla raforkusölu í smásölu, en þessir aðilar, það að segja Elkem og Norðurál, kaupa raforku beint, af því að þau falla undir ákvæði orkulaga stórnotendur, þetta eru notendur sem nota meira en 80 gigawattstundir á ári. En við höfum þá getað fengið allar upplýsingar það sem að þau eru að gera úr græna bókhaldinu þeirra. Kælimiðlar, þeir skipta talsverðu máli, þeir eru náttúrulega notaðir á kæli- og frystikerfum, bæði á skipum og eins þá í matvælaframleiðslu, fiskvinnslu og fleira. Og þar höfum við engar sundurlegar upplýsingar. Við vitum hvað kemur til landsins, en vitum ekki hvað af því notað á Vesturlandi, en við reiknum það út frá landsbókhaldinu. Og sama gildir í raun og veru svona önnur efni eins og svæfingagös og svo framvegis, þegar maður skipta máli sem eru gróðurhúsalofttegundir. Og þar höfum við svona notað blandaðar aðferðir, við reiknum út frá landsbókhaldinu, tökum svona eitthvað mið af grænu bókhaldi Landspítalans og eitthvað fleira, til að svona reyna að átta okkur á hvað eftir, hvað af þessu notað á Vesturlandi. Búfé, þá höfum við notað tölur frá Búnaðarstofu eða frá ANR, sem atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, og þær eru misaðgengilegar, en vonandi sú talnavinnsla verða auðveldari með tilkomu mælaborðs. Svo hefur við notað losunarstuðla úr losunarbókhaldi Íslands, og svo höfum við þurft að giska eins á hvað notað mikið af tilbúnum áburði. Hvað losunar á landi varðar, þá byggjum við á svokölluðum iglút-gagnagrunni sem að Landbúnaðarháskólinn heldur utanum og raun og veru grunnurinn að skilum Íslands til loftslagssamningsins losun frá landi. Í þessum iglút-gagnagrunni er öllu landi á Íslandi skipt í 16 mismunandi landgerðir, og við höfum bara getað tekið 4 þeirra með í þessa útreikninga. Og við notum þá sömu stuðla útreikningunum eins og notar í landsbókhaldinu, eða þá að við fáum þá að láni frá Landbúnaðarháskólanum. Þannig að við erum alltaf að nota þá einhverja svona viðurkennda stuðla á landsvísu. Já, eins og ég segi, við höfum bara horft til 4 landgerða sem skógrækt og landgræðsla eftir 1990, framræst votlendi, ræktað og framræst votlendi óræktað. Þannig að það vantar heilmikið inn í þessa útreikninga. Þar á meðal losun og bindingu frá mólendi, þurrlendistúnum og fleira. Og við því svo sem ekkert að gera eins og staðin er, en smátt og smátt eykst náttúrulega þekking manna á því hvaða losun og hvaða binding á sér raunverulega stað í mismunandi gerðum lands. Þetta eru niðurstöðurnar fyrir Vesturland allt. Þetta er náttúrulega bara einhverjar tölur. Heildarlosunin 2019, þetta er allt miðað við tölur frá 2019. Hún reiknast vera 2.742.000 tonn koldíoxíð ígilda, sem að þýðir að það er búið að reikna aðra gróðurhúsalofttegundir yfir í koldíoxíð eftir hlýnunarmætti þeirra. Og það sem er sérstakt við Vesturland er það að það eru þarna 2 þættir sem að skera sig algjörlega úr. Annars vegar losun vegna landnotkunar sem er 58,8% af þessari heild, og hins vegar losun vegna iðnaðarferla sem er 30,8%, sem segir raun og veru að þessir 2 þættir standa fyrir 90% af allri losun á svæðinu. En öll hlýnlosun skiptir máli líka, þannig að það er óþarfi að láta sér fallast hendur þó að þetta sé svona yfirgnæfandi. Aðstæður eru bara svona á Vesturlandi. Hér er meiri stóriðja per mann en í nokkrum öðrum landshluta. Hér eru 2 af 5 stærstu fyrirtækjum landsins á því sviði. Og þessi 5 fyrirtæki á landsvísu losa 40% af öllum gróðurhúsalofttegundum sem eru losaðar á Íslandi. Og við erum með 2 af þessum 5, þannig að það segir sig sjálft að það hlýtur að vega með þungt í þessum samanburði. Og náttúrulega landnotkun, þetta er fyrst og fremst losun frá framræstu votlendi, það er langstærsti þátturinn. Og á Vesturlandi er náttúrulega mjög mikið af votlendi, þetta eru stór landbúnaðarhéruð. Þetta eru sömu niðurstöður, bara settar öðruvísi fram, ég ætla ekki að staldra við það. Þetta er sem sagt bara mynd úr þessu stýrisreiknilíkani sem ég nefndi áðan, sem við notum til að reikna þetta út. Og svo er dænin framsetning, hérna er búið að setja upp á skífurit, skífuritið ofar til vinstri, skiptir þessu í sömu flokka eða á sama hátt eins og gert er í töflunni, sem var hérna næstu klæra undan. Þarna er landbúnaðar og landnotkun 62%, ég var að segja áðan að landnotkun væri 58,8 ef maður rétt, þannig að landbúnaðurinn er svona smávegis viðbót, iðnaðarefnanotkun 31% og svo er þarna minni þættir. Og ef við skiptum eins og aðeins grófara eins og gert er á hægri myndinni, og tökum bara 3 flokka sem eru raun og veru
þeir þrír flokkar sem að miðað við í losunarbókhaldi þjóða. Þá losun vegna landnotkunar náttúrulega stærsti liðurinn 59% eða 58,8% eins og ég sagði áðan. Stóriðjan með 31% og allt annað með 10%. Og það sem við köllum samfélagslosun, það sem sagt losun frá öllum öðrum athöfnum á svæðinu, þar með talin orkunotkun, hvort sem það raforka eða eldsneyti, þar með talin losun vegna meðhöndlana úrgangs, losun vegna efnanotkunar og svo framvegis. Þannig að þetta svona mjög óvenjuleg hlutföll sem náttúrulega, eins og ég sagði, skapast af þessum sérstöku aðstæðum Vesturlandi með þetta stóra landsvæði og þessa miklu stóriðju. Það mikilvægt að hafa í huga þegar maður horfir á þessa þrjá flokka eins og þeir birtast á þessu hægra skífuriti, að þetta eru í eðli sínu mjög ólíkir flokkar. Þannig að maður ætti kannski ekki alveg að horfa á þessar tölur allar, þessar þrjár tölur, 59%, 10% og 31%. Maður ætti ekki að horfa á þær allar alveg með sömu augum. Ef við svona aðeins rýnum í það, þá náttúrulega eðlismunur á þessum uppsprettum. Á tvennan hátt, annars vegar, að þá aðferðafræðin við að reikna losunina misgóð vegna þess að þetta bara misflókið. Og í öðru lagi að þá eru möguleikar sveitarstjórn og almennings sem náttúrulega hljóta að vera svona aðeins í fókus þegar verið reiknanda fyrir landsvæði eða fyrir sveitarfélög eða samtök sveitarfélaga. Möguleikar sveitarstjórn og almennings til að hafa áhrif á þessa losun mjög mismunandi. Ef við rýnum aðeins meira í þetta, ef við skoðum fyrst losun frá stóriðju, að þá vitum við mjög mikið hana, aðferðafræðin og nákvæmnin mjög góð. Þetta eru bara þekktir ferlar. Ástæðan fyrir því að þarna losna gróðurhúsalofttegundir einfaldlega sú að í þessum fyrirtækjum notað kolefni til þess að fjarlægja súrefnisfrumeindir úr hráefninu. Í álverinu það þannig að menn nota kolefnisrafskaut til þess að taka súrefnisfrumeindir úr súrálinu eða áloxíðinu sem kemur inn sem hráefni. Þetta súrefni fer svo út í loftið ásamt kolefninu úr rafskautunum í formi koldíoxíðs og eftir verður hreint ál eða nánast hreint ál. Það sama gerist í járnblendiverksmiðjum eða í kísilverum, nema þar menn að tala kol sem aðalega kol sem kolefnisgjafa sem að tekur svo með sér súrefnisfrumeindir úr hráefninu sem í því tilviki kvarts sem svona silíkonoxíð eða kísiloxíð. Og þetta bara efnafræði og við vitum alveg nákvæmlega hvað fer mikið af koldíoxíði út í andrúmsloftið þegar menn nota eða að vinna úr ákveðnu magni af súráli eða ákveðnu magni af kvartsi. Þannig að það fer ekkert á milli mála, eða allavega mjög lítið. Vísu þetta aðeins flóknara þetta vegna annarra efna sem að blandast þarna í en það kannski aukatriði á þessu stigi. Hins vegar möguleikar sveitarstjórn og almennings til að hafa áhrif á þetta takmarkaðir. Og í sjálfu sér möguleikar fyrirtækjanna líka takmarkaðir vegna þess að bara tæknir setur ákveðnar skorður. Það vísu hægt að finna annan kolefnisgjafa eins og í tilfelli Elkems. En í álverum það ennþá ómögulegt nánast. Það enda verið að vinna í því að þróa kolefnislaus rafskaut og þau eru alveg til en það langt í landa að þau verði komin í svona þá stærðargráðu að þetta dugi fyrir heilu álverin. Þannig að þetta svolítið svona ósnertanlegt á vissan hátt og svo það enda líka að hafa í huga að alþjóðlega þá gilda aðrir skilmálar þessa losun en aðra losun af því að stóriðju fyrirtækin eru í Evrópu þar að segja hluti af viðskiptakerfi Evrópu með losunarheimildir. Þannig að þau þurfa í raun og veru að kaupa þessar losunarheimildir. Það vísu ekki allar, en svona í vaxandi mæli ár frá ári. Ef við lítum svo á samfélagslosun, það að segja alla þessa almennu losun sem verður, sem ekki frá stóriðju og ekki vegna landnotkunar, það náttúrulega langstærstur hluti hennar yfirleitt losun vegna brennslu jarðeldsneytis, semst olíu, að þá aðferðafræðin svona almennt býsna góð. Við vitum býsna mikið hvað losnar. Það í aðalatriðum líka bara efnafræði. Ef við erum að tala að brenna dísilolíu, við vitum alveg nokkurn veginn hvað efnir í henni og þegar henni brennt þá losna bara ákveðið mikið af koldíoxíði sem í einhverju hlutfalli við kolefnisinnihald eldsneytisins. Það í sjálfu sér ekkert óskaplega flókið. Það losna einhver
hef aldrei talið nálægt 3 kílóum af koldíoxíði fyrir hvern lítra af dísilolíu sem brennt og þetta þekkja menn alveg. Þarna hafa auðvitað sveitarstjórnar og almenningur allgóða möguleika á að hafa áhrif. Vegna þess að það hægt að breyta, það hægt að fara í orkuskipti í samgöngum, það hægt að hafa áhrif með skipulagi og fleiru þannig að það sé minni þörf á því að nota þetta eldsneyti. Og þetta eru fleiri þættir sem koma inn í líka, en ég læt kannski nægja að tala bara eldsneytið, hinni þættirnir eru minni. Losun vegna landnotkun, fyrirgefiði, þar allt annað upp á teningnum, vegna þess að þar höfum við miklu takmarkaðri þekkingu, eða öllu heldur þá viðfangsefnið miklu breytilegra. Það ekki bara einhver efnaformúla að finna út hvað losnar mikið koldíoxíð þegar einhver mýri ræst fram, til dæmis. Það fer eftir því hvernig land þarna fyrir, hversu vel heppnaðir eru þessi skurðir sem voru grafnir, hversu vel ná þeir að þurrka landið, hver efnasamsetning jarðvegs, hvað mýrin djúp og svo framvegis. Þannig að það eru ótal svona óvissuþættir í þessu. Og líka það að í þessum gagnagrunni sem við notum, þessum íglút gagnagrunni sem Landbúnaðarháskólinn heldur utanum, eins og ég nefndi þá öllu landi þar skipt í 16 landflokka, en sú skipting raun og veru líka ónákvæm. Auk þess sem það ekki hægt að skipta landi í 16 landflokka ef út í það verið farið vegna þess að það er svo mikill breytileiki innan hvers flokks. Þetta eru kannski miklu fleiri flokkar ef að vel ætti að vera. Og við erum náttúrulega svolítið mikið eftir að mínum mati í því að bara rannsaka land, sem sagt að byggja upp þekkingu á því hvað er að gerast í þessu landi, eða á þessu landi. Þannig að þarna eru allt öðruvísi forsendur. Við erum með ákveðin meðaltölu eins og með framræst votlendi, við reiknum með því og það eru bara sömu stuðlar eins og eru almennt notaðir hérlendis. Við reiknum með því að frá framræstu votlendi, hvort sem það er ræktað eða ekki ræktað, losni 19,5 tonn af koldíoxíðgildum á hektar á ári. Og menn velta mikið fyrir sér hversu lengi heldur þessi losun áfram og það fer líka eftir ýmsu hversu vel skurðirnir virka. En svona þumalputtareglan er sú að það eyðist það bil hálfur sentimetri af landinu á ári eftir að það er ræst fram og ef að skurður til dæmis 2 metra djúpur að þá tekur 400 ára að eyða öllu landinu sem hann þurrkaði. Og þegar ég segi eyða landinu þá náttúrulega þannig að þetta koldíoxíð sem losnar úr framræstu votlendi, það kemur ekki bara endalaust upp úr votlendinu. Það er svörðurinn sem að eyðast. Þetta bara eins og kolabingur sem að brenna ofurhægt, eins og menn náttúrulega hafa séð eins og í Vatnsmýrinni í Reykjavík þar sem að yfirborðið hefur lækkað töluvert vegna þess að það var þurrkað og vegna þess að kolefnið í þessum jarðvegsstafla er að brenna smátt og smátt. Þarna hins vegar eru möguleikar sveitarstjórn og almennings á að hafa áhrif góðir, það er alveg hægt að taka ákvarðanir og sjálf sem það er mjög skjótum árangri og það gildir bæði hvað sem var að tala um endurheimt votlendis eða skógrækt eða landgræðslu. Að því ég var að tala um nákvæmnina, það gildir að sama með skógræktina eins og ég var að segja um votlendið. Við getum alveg mælt og reiknað hversu mikið kolefni einhverju tré binda, en þetta er bara mjög breytilegt eftir vaxtarskilyrðum, eftir trjátegundum, eftir veðurlagi á hverjum tíma og svo framvegis. Og það er eins spurning hvað helst þessi binding lengi. En við erum að nota bara ákveðin meðaltöl sem eru almennt notuð. Og það eru til miklu hærri tölur og miklu lægri tölur. En eins og ég sagði, við notum þetta 19,5 tonn á hektar á ári í votlendinu. Við erum að nota 6,2 tonn á hektar á ári í bindingu í skógrækt og 2,1 tonn á hektar á ári í bindingu í landgræðslu. Kannski ekkert svona tölur sem að mann 1, 2, 3. Ég ætla ekki að staldra meira við þetta, en mér finnst mjög mikilvægt samt að draga þetta fram. Við getum ekki lagt að jöfnu annars vegar til dæmis losun vegna landnotkunar og hins vegar losun vegna notkunar á dísilolíu. Það er mjög langur vegur þarna á milli þó að þetta sé einhverja tölur sem maður getur lagt saman og deilt hver í aðra. Ef við lítum svo í lokin á það hvernig Vesturland stendur miðað við Ísland í heild, þá sá samanburður frekar sláandi svona við fyrstu sýn, en þetta á sér allt sínar skýringar. Þarna eru reynda að tala um tölur frá Vesturlandi 2019 en fyrir allt landi 2018. Og það var svo sem að setja fleiri fyrirvara, en þetta gefur svona grófa mynd. Ástæðan fyrir því að við erum með 2018 er sú að losunarbókhaldið
fyrir Ísland 2019 var ekki tilbúið fyrir núna í apríl og við vorum búin að ganga frá þessari skýrslu í öllum aðalatriðum áður en það kom fram. En það breytir ekki öllu, það eru líka mjög litla breytingar á landsvísu svo sem á milli 2018 og 2019. En ef við lítum bara á tölurnar þá er semst losun á hvern íbúa á Vesturlandi samkvæmt þessum niðurstöðum 165 tonn af koldíoxíðígildum á hvern íbúa en losun á Íslandi tæp 39 tonn. Ef við drögum hins vegar landnotkunina frá, þar er LULUCF, að þá minnkar munurinn mikið því að eðlilega þá er miklu meiri losun vegna landnotkunar í fámennum, semst á hvern íbúa, í fámennum og landstórum byggðarlögum heldur en til dæmis í Reykjavík eða Seltjarnarnesi. Þar sem er náttúrulega lítið land en mikið fólki til að deila losunni á. Þannig að þegar við erum búin að draga landnotkunina frá þá er Vesturlandi svona 68 tonnum á mann, Íslandi tæpum 14. Ef við tökum stóriðjuna líka þá fer þetta nú svona aðeins að jafnast. Vegna þess að hér er náttúrulega miklu meiri stóriðja heldur en að meðaltala á landsvísu. Þannig að ef við tökum stóriðjuna út þá eru samtals eftir 17 tonn á mann á Vesturlandi og tæpa 8 tonn á landinu í heild. Og ef við skoðum aðeins betur í hverju liggur munurinn, eðlilega meiri landbúnaður á Vesturlandi heldur en svona að meðaltala á landsvísu og losun frá landbúnaði liggur reyndar aðalega í losun frá meltingarvegi búfjár. Og þannig að það er talsverður munur. Hér er þetta tæp 5 tonn á mann en tæp 2 tonn á mann á landsvísu. Vegasamgöngur losa líka meira hér. Man kannski almennt við því að búast að það sé bæði meiri þungarflutningar og bara meiri akstur út á landi vegna þess að vegalengdir eru lengri. Meiri akstur per mann altså. Rafmagnsnotkun er margfalt meiri á Vesturlandi en á Íslandi. Það á sem einfalda skýringu vegna þess að raforkunotkun stóriðju er ekki inn í stóriðjutölunni, heldur er hún inn í almennu rafmagnstölunni. Og þessi miklu mun á rafmagnsnotkun skýrist nánast alfarið af því. Þetta eru bara 2 fyrirtæki sem að þarna nota svona miklu orku. Svona aðeins til að útskýra hvers vegna er raforka þarna með, losna einhverja gróðurhúsalofttegundir þegar maður nota rafmagn. Nei, í sjálfu sér ekki, en það losnar eitthvað þegar rafmagnið er framleitt og það er það sem þetta snýst um. Það er enda mjög lítið á Íslandi, eða svona meðaltal sem að Umhverfisstofnun notar er núna 9,8 grömm af koldíoxíðígildum á kílóvattstund, en til samanburðar þá er svona meðaltal í Evrópu kannski eitthvað 300 grömm, en 9,8 grömm á kílóvattstund er svona hér bil ekki neitt, en það svona fer aðeins að vikta þegar menn eru að kaupa kannski svona 1 terawattstund á árið eitthvað slíkt. Þá fer þetta aðeins að skipta máli. Losun vegna meðhöndlunar úrgangs er talsvert meira á Vesturlandi heldur en svona gengur og gerist. Einhverju leyti býst ég við að það liggi því að út á land er almennt meiri atvinnustarfsemi heldur en í þéttbýlinu, svona per mann. Og svo líka vegna þess að urðunarstaðurinn í Fíflholtum þar sem að þessi úrgangur eru urðaður næri ekki að safna miklu metangasi. Urðunarstaðurinn í Álfsnesi stendur sér betur í því, svona hlutfallslega, og það hefur sín áhrif líka. En þegar búið að taka þessa þætti út, þessa 4 sem augljóslega eru ólíkir, að þá stöndum við eftir með 3,4 tonn á mann og miðað við 2,1 tonn á landsvísu. Og þetta er orðin svona, já, tiltölulega lítill munur. Það er þarna búið að finna skýringar á svona flestu, þetta verið hægt að tína til fleiri atriði og koma smátt og smátt niður á sama stað, en þetta eru svona langstærstu atriðin sem greina á milli. Þetta var síðasta glæran, eða það sem næst síðasta, þetta er enda svo síðasta, þetta er mynd sem er tekin á Arnardalsskarði niður á Grundarfjörð og fyrir þá sem ekki hafa farið yfir Arnardalsskarð þá mæli ég bara eindregið með því. Og náttúrulega bara það að ganga þarna yfir losaði mjög lítið af gróðurhúsalofttegundum. En takk fyrir mig og nú bara getum við spjallað. Þá ætlum ég kannski bara hægt að deila þessum skjá þannig að við getum séð hvert annað. Þakka kærlega fyrir Stefán, þetta var góð kynning og ég held að fundarmenn séu margsvísari eftir hana, en nú gefst tækifæri til að spyrja og spjalla, þannig að við opnum fyrir umræður og hver vill ríða á vaðið og beina spurningum til Stefáns eða koma með innlegg í umræðuna. Gjörið þið svo vel, orðið er laust. Já, kannski best að
Ég get alveg spyrjað eins og hver annar, en ég langar kannski að byrja á þeirri spurningu sem brennur þá kannski helst á manni, hvað er til ráða? Hvað getum við gert til að draga úr þessu slæma vistspori á Vesturlandi? Við byrjum þar kannski. Já, það var eiginlega, ef maður heldur við þessa 3 flokka sem ég held að sem við séum að gera, þá svo sem ekki til ráða varðandi stóriðjuna, við höggum því svo sem ekki neitt. Með þessi fyrirtæki þarna, þá þetta bara svona og veist, jú, það minnkar eitthvað ár frá ári og það verið að vinna í alls konar málum. Þessi fyrirtæki mjög framsýn á margan hátt og að leita allra leiða. En það eitthvað sem að svona við, hvort sem við sveitarfélagið almenningur hefur tiltölulega lítil áhrif á. Hvað landnotkun varðar, þar náttúrulega eru mjög mikil tækifæri til að breyta stöðunni mjög mikið vegna þess að stór hluti af þessu votlendi sem hefur verið framræst ekki ræktarland. Ég man ekki í svipum hlutföllin, þau eru nú í skýrslunni. Manst þú þetta, Birna, erum við ekki að tala einhver 80%, 70-80% af framræstu votlendi sem ekki ræktað? Það sé eitthvað nálægt því. Jú, ég man það ekki nákvæmlega, en það var held ég allavega meiri hlutin ekki í ræktun, sko. Já, þetta víða þannig, jú, sko. Þetta það 18% ræktuð og 82% óræktuð. Já, þannig að ef menn ætla að ná svona stórtækum árangri á stuttum tíma, að þá þetta náttúrulega langstærsta tækifæri, það endurheimt votlendis. Vegna þess að leið og maður mokar í skurða þá stóðar maður þessa losun, það gerist næstum strax og menn þá komið í veg fyrir losun að meðaltali upp á 19,5 tonn á hektar á ári. Og það mjög fljótlegt að ná þessum árangri og það í sjálfu sér mjög ódýrt líka með við aðrar aðgerðir. Þetta kostar allt eitthvað og menn hafa kannski svolítið verið að bíða eftir því að ríki komi inn með pening eða það sé hægt að selja ávinning, það ekkert alveg að fara að gerast held ég. En þetta semst ódýr og fljótleg leið til þess að minnka þessa losun og það náttúrulega eðlilegt að menn náttúrulega í fyrsta lagi verður að skoða viðkomandi land vegna þess að maður getur alveg valið að endurheimta eitthvað votlendi þar sem losun bara miklu minni og það náttúrulega skilar ekki til þessum árangri. Þannig að það þurfi þetta bara að hafa fagfólk með í því að velja hvað best að bera niður og auðvitað eðlilegt að byrja þá fyrst á landi þar sem eru síst, einhverjir árekstrar eða þar sem sem sagt í fyrsta lagi ekki verið að nota landi kannski til annars. Það að 18% af framræstu votlendi séu ræktuð, það þýðir ekki 18% séu í notkun, það væntanlega einhver stærri tala, menn náttúrulega nota þetta til beitar og eitthvað svona. En það þyrfti bara að greina þessi tækifæri og eins náttúrulega eins og ég veit að Borgarbyggð hefur velt fyrir sér að gera, þau fengu okkur til að gera ákveðna úttekt á landi innan sveitarfélagsins. Þar menn að velta fyrir sér að svona setja þetta inn í endurskoðun aðalskipulags. Þannig að það sé bæði tekin frá okkur svæði til að endurheimta og eins sé þá sett einhver hverfisvernd eða eitthvað slíkt á sem óraskað votlendi eða ósnert votlendi sem menn telja ekki ástæðu til að leyfa framræslu á. Þannig að þetta langfljótvirkasta leið, en auðvitað líka hægt að ná mjög miklum árangri með skógrækt og þó að við séum að nota töluna 6,2 tonn á hektar á ári, það sjálfsagt hægt að ná talsvert meiri árangri eftir bara hvaða land valið og hvaða trjátegundir. Eins og það tvennt ólíkt að planta íslensku birki eða ösp, til dæmis. Öspin miklu stórvirkari í því að binda. Þannig að það er náttúrulega þess að tækifæri. En svo held ég að segja það sem náttúrulega stendur fólki næst, það þriðji flokkurinn, það þessi samfélagslosun. Bara hvað þetta að gera til þess að minnka olíunotkun? Olíunotkun náttúrulega grunnurinn að þessu öll í raun og veru. Það þess vegna sem menn byrja að lenda í vandamálum bara eftir að iðnbyltingin hófst af því að menn eru að grafa olíu og kol úr jörðu og kveikja í því, sko. Og það svona það sem að stendur fólki næst og það má ekkert láta sér fallast hendur þó að þessi samfélagslosun sé bara 10% af heildinni. Hún samt mikilvæg, þetta allt mikilvægt. Þannig að það náttúrulega alls konar tækifæri bara, já, eins og ég nefndi áðan, orkuskipti í samgöngur sem auðvitað verið að vinna að, en hægt að vinna miklu hraðar að og þá ekki bara að tala Vesturland, heldur líka á landsvísu, það náttúrulega hægt að taka miklu stærri og hraðari skref heldur en hefur verið gert og stýra þá bara hegðun fólks með
gjaldtöku eða bæði gulrótum og vöndum með hagrænum hvötum og svona bæði jákvæðum og neikvæðum. Þannig að já, þetta svona langa svarið. Takk fyrir þetta, Stefán. Margrét Björk hefur beðið orðið og hún er næst. Gjörðu svo vel, Maggi. Já, takk. Takk fyrir þetta. Mér langar til þess að koma með 2 spurningar sem þá annars vegar það sem þú varst að tala áðan með losun vegna endurheimts votlendis. Hefur eitthvað verið skoðað að það votlendi sem til staðar sem þá hefur verið grafið skurðir og ekki í ræktun, hvernig staðan á þeim skurðum, af því að nú þetta mjög margir, mjög gamlir skurðir þar sem eru orðnir uppgrónir og duga lítið til og maður veltir fyrir sér að fara að raska því landi og moka onni og vera þá með jarðrask í kringu skurðina. Hvað mikið það breytir, eða hversu mikil framræslan og þurrkun, hvaða munar miklu þegar að skurðirnir eru orðnir stútfullir af vatni og gróðri. Og svo annars vegar það þá hitt og svo það í skýrslunni niðurstöðurnar sem eru samantektar á blaðsíðu 32, þar ég að velta fyrir mér einmitt með olíunotkunina, að það stakk mér svolítið í augun það magn sem var reiknað af olíunotkun annars vegar til dæmis í landbúnaði og hins vegar í byggingar- og verktakastarfsemi. Þá langaði mig til að spyrja hvort að í þessum flokki byggingar- og verktakastarfsemi að þar teljist vera verktakar eins og allir bara vegavinnuverktakar og all byggingavinna og allt það sem fellur það undir þann flokk. Og þú getur kannski bara svarað því beint, fellur það undir þann flokk, því að næsta spurning veltur þá á því. Já, það fellur undir þann flokk. Öll olía sem keypt á svæðinu og notuð í þessu skyni og fellur í þann flokk. Eins og viss óvissa því við erum ekki með nógu góðar upplýsingar frá Hlutdeildarjöfnunarsjóði það hvernig þessi skipting í raun og veru á milli aðila, en þetta í grófum dráttum þannig. Já, og þá bara velti ég fyrir mér burtséð frá öllum stöðlum útreikninga og annað, þegar maður nota bara venjulega skynsemi, hvort að okkur finnst það trúlegt að samanburðurinn á olíunotkun sem fellur til í byggingar- og verktakastarfsemi á Vesturlandi annars vegar og í landbúnaði hins vegar, hvort að það sé eitthvað raunhæft í þessum tölum. Þar sem við erum með mikla byggingar- og verktakastarfsemi, en mér finnst þessi, og ég veit, ég skoðaði skýrsluna frá 2016 sem vitnaði í sem að það séu 1,3 tonn af olíu á ári per dráttarvél í landbúnaði. Það finnst mér alveg vera mjög einkennileg niðurstaða. En og það magn sem að þarna reiknað yfir í landbúnað út frá olíunotkun finnst mér, og þá til dæmis bara í samanburði við það sem í byggingar- og verktakastarfsemi vera mjög, bara sem leikmaður þá finnst mér það mjög ótrúleg niðurstaða. Já, það heildarniðurstaðan getur alla verið annað en nokkuð rétt með aðferðafræðina, en þessi skipting hún alveg snúin af því að við höfum ekki þessa skiptingu og hún skiptir sjálfsagt ekki máli upp á heildarniðurstaðan, hún skiptir miklu máli bara upp á það að gera hvar maður ber niður. Já, niðurstaðan hvar við getum leitað að leiða til þess að bæta úr, þá finnst mér þetta þetta finnst mér þurfa að skoða aðeins betur. Já, og þannig að það væri ekki hægt að gera nema ein leið, auðveld leið til að skoða það betur væri að fá grænt bókhald þessara fyrirtækja sem í hlut eiga. Og við náttúrulega erum með mjög stór verktakafyrirtæki hérna á þessu svæði og ef að þau væru skyldu til að skila grænu bókhaldi þar sem segist hversu miklu olíu hefur keypt, þá varum við í góðum málum. Og það búið að vera mikið áhugamál hjá okkur Birnu að reglugerðin sem segir til það hvaða fyrirtæki þurfa að skila grænu bókhaldi verið útvíkkuð. Þannig að það sé hægt að lesa eitthvað út úr þessum skýrslum. Það sé ekki bara stærstu fyrirtækin. Og eins þetta með 1,3 tonn per dráttarvél, það kannski frekar hátt tala, með verandi sveitamaður. Það alveg hægt að brenna 1,3 tonnum í dráttarvél sem í þó nokkurri notkun, en það líka fullt dráttarvélum sem ekki í þó nokkurri notkun.
Akkurat, af því að þetta margfalda með bara þeim dráttarvélum sem á skrá, Já. sko. En Ég þetta held bara að- eina talan sem við höfum, sko, Akkurat. En til ég að held að miða þetta við. sé, ef maður ætlar að geta tekið mark á niðurstöðum, þá held ég að það þurfa að leita leiða til þess að finna raunhafa niðurstöður. Já, og það leiðir alveg til, sko, en þær eru ekki opnar eins og ég segi, sko, þegar við höfum ekki aðgang að þessari skiptingu nema mjög takmarkað. Mm. En það breytir ekki heildarniðurstöðunni, þetta er bara spurningum, sko, hvar þessi losun vegna staðbundinnar orkunotkunar, semst Já. olíunotkunar, hvar hún er færð nákvæmlega. Og við vitum alveg að það er tölsverð óvissi í því, eins og við erum hérna með lið sem heitir önnur staðbundin notkun, þar sem við erum með einhver 10.000 tonn í losun, við vitum ekkert hvað þetta er. Þetta á heim í einhverjum af svona flokkum. Mhm. En aftur ef við tekið hitt sem var þetta með, sko, framræsta votlendi, ég held náttúrulega alltaf þegar menn ætla að fara allavega í stór verkefni í að endurheimta votlendi, þá ættu menn að skoða ástand landsins, það þarf að skoða það alveg stykki fyrir stykki. Mhm. Almenna reglan getur maður sagt er sú að ef að vatnsyfirborðið í skurðinum nær ekki jafn hátt og yfirborð landsins, þá er trúlega eitthvað losun í gangi. Og það er í sjálfu sér ekki, það er ekki mikið jarðrask til þess að hækka vatnsyfirborðið vegna sem að það bara að setja tappa í skurðin neðst. Það er með alls konar fyrirvörum hættur sem það skapar, maður þarf að búa til þarna pitt. En já, veist, það þarf að skoða þetta bara hvert tilfelli fyrir sig, en eins og ég sagði áðan að ef maður grefur 2 metra djúpan skurð og ef að sá gröftur er vel heppnaður og ef að skurðurinn helst alveg óskemmdur í 400 ár, að þá er koldíoxíð að losna allan þann tíma, svona fræðilega séð, sko. Já, ég var En líka auðvitað er það ekki alveg þannig í reynd, það er margt sem kemur til. Já, ég var einmitt bara að velta því fyrir mig hvort að niðurstöður á útreikningi losun úr votlendi, hvort að hún byggði þá ekki á því eins og þú segir, að það sé 2 metra skurður sem er að stuðla þessar losun miðað við, sko, ef maður er að horfa bara á metrana í gröfnum skurðum en ekki hérna hvernig ástandið á þeim núna eða hversu mikla losun þeir eru að valda. Eftir því best veit þá reyndar þessi íslenska tala einhvers konar meðaltal úr rannsóknar sem menn eru búin að skoða alls konar land, sko. Okay. Og mér minnir ég var einhvern tímann einhverjum fyrirlistan og Landgræðslan sem er unnið mikið í þessu og þá er meðal starfsmenn Landgræðslunnar á Hvanneyri, að mér minnir að þau ég hef ekkert verið að segja, sko, að þau eru yfirleitt að skoða svona frekar gamla skurði, svona okkar mælikvarða, við erum að tala kannski 50-60 ára gamla skurði. En já, þetta er ekki bara tekið upp bestu aðstæður, þetta er einhvers konar meðaltal sem byggir á rannsóknum. Ég get ekki útskýrt það neitt í smáatriðum, þetta er svo sem meðalatriðum bara að tala sér um tökum, sko. Já, takk fyrir þetta, Stefán, og takk fyrir þína spurningu, Maggi. Þá er orðið laust ef er einhverjir fleiri sem vilja spyrja eða leggja orðið í belg. Gjörðu þið svo vel. Það er eitt, Stefán, sem ég langaði svona bara lítil spurning, af því að Vífill var að biðja að fara svona yfir hvaða aðgerðir væri hægt að grípa til. Segjum sem svo að þú eru nú komin í þína gamla stöðu sem sveitarstjóri í sveitarfélagi og væri staðsettur á Vesturlandi og þú hefðir áhuga á því að ráðast í einhverjar aðgerðir strax til að draga úr kolefnislosun. Hvað myndir þú gera ef þú væri í slíkri stöðu? Hvað væri það fyrsta sem þú gerðir? Ég hugsa að fyrsta sem ég gerði væri að fá einhver úttekt á framræstu votlendi til að átta mig á því hvar var hægt að bera niður og síðan þyrfti ég að sannfæra sveitarstjórnin um það að leita eftir styrkjum eða setja fullt af peningum í að grípa hann inn í. En auðvitað kemur þar til eignarhald á landi og allt mögulegt, þetta er ekki alveg einfalt, sko, maður bara ráðstafar ekki bara einhverju landi eins og mann sýnist. Svo til lengri tíma litið þá myndi ég náttúrulega hamast í því að þetta væri rækilega tekið til skoðunar við endurskoðun aðalskipulags. Og reyndar þá hef ég haldið því fram og ég myndi sjálfst halda því fram í þessari stöðu líka að þó að ef til vill sé ekki komið endurskoðun aðalskipulags samkvæmt lögum sem á taka það upp eftir sveitarstjórnarkosningar hvort þess að þurfa að endurskoða, að þá myndi ég leggja til að væri farið í endurskoðun aðalskipulags ekki seinna en strax. Út af loftslagsmálum einfaldlega. Vegna þess að sko, þróun loftslagsmála bara síðustu 5 ár hefur raun og verið gjörbreytt öllum forsendum. Þannig ef að aðalskipulagi þá er ekki bara að tala um framræstu votlendi heldur bara ýmislegt annað, skipulag þéttbýlis og svo framvegis. Ef það tekur ekki mið af loftslagsmálum, þá er það bara að breyta því.
Hitt sem ég myndi gera væri sennilega að svona skoða hvernig sveitarfélagið gæti flýtt fyrir eða ýtt undir orkuskipti í samgöngum. Og þá ég bæði svo sem að tala bara vegasamgöngur og sjósamgöngur. Einhver möguleiki að rafvæða hafnir, einhvern veginn hægt að stuðla því að það gerist og eins það verið að setja fullt af peningum í uppbyggingu hleðslustöðva fyrir rafbíla og svo framvegis og mér sýnist staðan vera að verða þannig núna að hleðslustöðvar séu, verða þröskuldur í einhverjum tilvikum. Rafbílum fjölga mjög hratt, hleðslustöðvum ekki mjög hratt, það enda nýbúið að setja mikla peninga sem gengur hægt að ráðstafa í uppbyggingu hleðslustöðva og það allavega eitt sem ég myndi skoða og það náttúrulega, þetta snýst líka svolítið ásýnd og síðan náttúrulega tilgangurinn sem ég auðvitað sá að draga úr losunina þá myndi ég náttúrulega líka hugsa þetta sem svona innan gæsalappa, PR-mál fyrir sveitarfélagið. Þetta svona held ég að fyrsta. Já, takk fyrir þetta. Þetta var áhugavert. En einhver sem situr inni með spurningu og vill koma inn á framfæri? Það ekki þannig að mér sýnist svona bara að líða að lokum þessa fundar. Það greinilegt að yfirferðin hefur verið greinargóð þannig að menn hafa fengið örugglega fullt af svörum. En eitthvað, Stefán, sem þú myndir vilja segja svona bara í lokin? Í raun og veru ekki, en bara að þakka fyrir samstarfið og mér finnst það eitt að menn leggi í þessa vinnu með tilheyrandi kostnaði að reikna út þessar tölur með þeim takmörkunum sem að þær hafa. Það í því felst ákveðin yfirlýsing bara vilja Vestlendinga til þess að svona átta sig á stöðunni og setjast niður í framhaldinu og ræða hvað sé hægt að gera. Það ýmislegt hægt að gera, enginn getur gert allt en allir geta gert eitthvað. Og þetta snýst þá líka það sem hægt að gera, snýst ekki bara, skulum orða það þannig, það snýst ekki bara það að maður setjist niður heima hjá sér og í sveitarstjórninni eða í stjórn SSVAF eða hvað það og velti fyrir sér hvað getum við gert, heldur líka hvað vantar upp á til þess að við getum gert meira og taka þá þau mál upp við þingmenn og frambjóðendur í aðdraganda kosninga, segja bara þetta stóra máli í dag og þið fáið ekki atkvæði á Vesturlandi ef við takið ekki loftslagsmálin ærlega föstum tökum eða þá og náttúrulega eins að snúa sig bara til stofnana, vera opin fyrir möguleikum á verkefnum, styrkjum í verkefni og líka þá í samvinnu við háskólasamfélagi sem náttúrulega sérlega öflugt á Vesturlandi að svona setjast aðeins niður með háskólasamfélaginu og velta fyrir sér hvernig getum við búið til rannsóknarverkefni sem eru líklega til þess að flýta jákvæðri þróun á þessu sviði og hvaða möguleikar getum við hjálpast að við að fjármagna slík verkefni. Það eru til alls konar styrkir og allt það og þannig að þetta svona, eins og ég segi, bara það að ráðast í þessa vinnu, það náttúrulega ákveðin yfirlýsing það að Vestlendingar aftur sjá þetta skipti máli og séu viljugir til þess að reyna að gera eitthvað í málinu. Og það bara mjög gott skref, núna bara þarf að fylgja þessu eftir þannig að skýrslan endi ekki bara niður í skúffu heldur svona setjast með virkilega niður og velti fyrir sig hvað hægt að gera og við erum búin að nefna eitthvað sem hægt að gera en svo þarf auðvitað bara hver að skoða það hjá sér, bæði einstaka sveitarstjórnir og stjórn SSVAF, hvernig getum við flýtt þessu bæði til þess að bæta ástand loftslagsmála og líka til þess að svona styrkja ásýnd svæðisins. Takk fyrir þetta, Stefán, og áður en ég slít fundi þá vildi ég bara nefna það að þetta verkefni sem að Stefán og hans fyrirtæki var að vinna var áhersluverkefni sóknaráætlunar Vesturlands. Við fundum það þegar sóknaráætlun Vesturlands var endurskoðuð árið 2019 að það var orðin gríðarlega áhersla á umhverfismál. Við sáum mikla breytingu á milli ára vegna þess að fyrri sóknaráætlun var unnin 2015. Á þessum 4 árum urðu gríðarlega breytingar og þessi áhersla varðandi umhverfismálin kom mjög sterkt fram og þetta var fyrsta skrefið í að vinna með umhverfismálin að fá Stefán og hans félaga til að taka saman þessa skýrslu kolefnissporið og næsta skref þá að fara að skoða hvað getum við gert. Þannig að ég læt þetta vera lokaorðin, þakka kærlega fyrir þennan fund og segi fundið slitið. Takk. Takk fyrir mig.